Kæru samherjar og vinir, við höldum nú flokksþing á miklum örlagatímum í íslenskum stjórnmálum. Á slíkum tímum mikilvægt að sem flestir láti sig stjórnmál og framtíð landsins varða. En í landi sem skipar merkan sess í lýðræðissögu heimsins eru stjórnmálaflokkar og önnur helstu verkfæri lýðræðis nú litin hornauga. Og þjóð sem hefur í meira en 1000 ár mætt þrautum sínum djörf og sterk býr nú við stjórnvöld sem dragur henni þrótt og kjark. En þið sem hér eru mætt eru hingað komin vegna þess að þið lýst nú að vörn í sókn. Þið hafið trú á framtíð Íslands og eruð reiðubúin að leggja okkur ólaunastarf og kostnað til að vinna samfélaginu gagn. Þið eigið þakkir skyldar fyrir fólkið ykkar. Ég þakka ykkur innilega fyrir að mæta til þessa þings og vinnuna fyrir flokkinn og þjóðina. En ég veit þó að það sem Framsóknarmenn vilja helst fá fyrir vinnu sína árangur. Farsælla líf fyrir samborgarana, betra Ísland. Og nú lag. Á okkar tíma í sögu landsins stöndum við samtímis frammi fyrir ómældum ógnum og ómældum tækifærum. Á þessu flokksþingi meittlum við áformum að leggja ógnirnar að velli og nýta tækifæri. Yfirskrift flokksþingsins, Ísland í vonana birtu, vísar til hennar ómældu sóknarfæra þjóðarinnar nú og til þess anda sem ríkti þegar Framsóknarflokkurinn var stofnaður fyrir 95 ára. Þess baráttu anda sem skóp Framsókn Íslands á 20. öldinni. Endurheimt fullveldis, stofnun ungmennafélagana og alþingishátíðina, stofnun lýðveldis og baráttuna fyrir auðlindum og velferð þjóðarinnar á seinni hluta 20. aldar. Það er hinn óbilandi sannfæring að Íslendingum séu allir vegir færir. Margt hefur gerst á þeim 2 árum sem liðin eru frá síðasta flokksþingi. Það var haldið í skugga mikillar ólgu í samfélaginu. Sú ólga stigmagnaðist þegar leið að lokum janúarmánaðar. Ríkisstjórnin var lömuð. Lífi og limum lögreglumanna og annars fólks var stefnt í stór hættu og raunveruleg hætta á algjöru upplausnarástandi. Aðeins rúmri viku eftir flokksþingið gripum við inn í þessa atburðarás til að koma á starfandi bráðabirgðastjórn fram að kosningum. Við fórum ekki fram á ráðuneyti eða önnur embætti fyrir ríkisstjórn. Við töldum enda að við þær aðstæður sem þá ríktu og ríkja að miklu leyti enn hlytu allir að vinna saman hvar í flokki sem þeir stæðu að sameiginlegum og augljósum markmiðum. Reyndar sýndi sagan að efast mætti að flokkarnir tveir vinstri réðu við verkefnið án jarðtengingar frá miðjunni og við áttum alltaf svona því að það kæmi fljótlega í ljós. Sú var raunin. Og áður en kom að kosningum vöruðu Framsóknarmenn við fyrir ríkisstjórn sem þá þegar hafði sýnt hvers eðlis hún væri. En með nánast alla stjórnmálaumræðuna meira og minna á sínu bandi tókst þó flokkunum tveimur að ná meiri hluta í frjálsum kosningum. Ríkisstjórnin sem nú situr sækir umboð sitt til þeirra kosninga, ekki Framsóknarflokksins, sem vildi fara allt aðrar leiðir en þessi stjórn hefur fylgt. Þeir voru til sem töldu að hann ætti nýta kosningarna sem í hönd fóru til að brjóta Framsóknarflokkinn á bak aftur. Hart var sótt að okkur að þeim sem við höfum sýnt svo mikið traust tæpum 3 mánuðum áður. En árásinni var hrundið og Framsóknarflokkurinn treysti stöðu sína. Strax í febrúar 2009 kynntum við heildartillögur okkar í efnahagsmálum. Og með hliðsjón af reynslunni hafa flestir nú gert sér grein fyrir gildi þeirra tillagna. Þekkt eru stefnumál okkar í skuldamálum og við höfum beitt okkur fyrir tillögum á öllum þeim sviðum sem mest hefur mætt á. Nánast allar hafa þær sannað sig með tíð og tíma, enda voru þær byggðar á rökhugsun og unnar í samvinnu við þá sem best þekktu til á hverju sviði. Þær voru unnar eftir Framsóknarleiðinni. Við sjáum nú á nýjum tölum 20 milljarða hagnað bankana að ábendingar að lengra ætti að ganga í því að leiðrétta skuldir almennings reyndust réttmætar. Ég fullyrði og getur rökstutt með lagalegum og tölfræðilegum staðreyndum að ef þeirri stefnu sem við hófum baráttu fyrir strax á loknum síðasta flokksþingi hefði verið fylgt væri staða þjóðarinnar allt önnur og betri nú. Stórkostleg tækifæri gengur úr greipum Íslendinga á síðustu 2 árum, en eftir standa þó ómælt tækifæri framtíðarinnar. Þeim má ekki glata og ekkert er til fyrirstöðu að hefja nú Framsóknar ný með íslenska baráttuandann að vopni. Okkur skortir ekkert nema stjórnvöld sem hafa viljan, getuna og kjarkinn til að nýta tækifæri. Stjórnvöld eiga að stuðla samkennd, framtakssemi, heilbrigði og öllu því sem gerir líf okkar og samfélagi betra. En núverandi stjórnvöld líta á sig sem byltingarstjórn og byltingarstjórn þrífst ekki á óvina og ógna.
Þess vegna er aðeins á tortryggni, reiði og hræðslu. Þeim mun verð sem gengur að fást í vandann, þeim mun meiri verður þörfin þegar að kenna öðrum um. En stærsti glæpur valdhafans og þeirra sem að meira eða minna leyti til ráða umræðu í samfélaginu er sá að draga úr trú þjóðarinnar á sjálfa sig. Á þessu ári eru 200 ár frá fæðingu Jóns Sigurðssonar forseta. Það er ólíku saman að jafna aðstæðum Íslendinga þegar hann hóf baráttu sína fyrir sjálfstæði þjóðarinnar og því sem nú er við að fást. Á fyrri hluta 19. aldar, þegar voru innan við 20 sjálfstæði ríki í öllum heiminum, trúði 50.000 manna þjóð á eyju í Norður-Atlantshafi því að hún ætti að vera sjálfstæð og hafa sama rétt og milljónaþjóðirnar, nýlendu og herveldið sem réði heiminum. Á meðan Íslendingar, fátækasta þjóð Evrópu, höfðu liðið hungursneyð og náttúruhamfarir og dregið fram lífið við þröngan kost í 6 aldir, voru þeir sannfærðir að þeir væru ekki minni menn en kóngar og aðalsmenn stórþjóða og að dalir og firðir landsins tækju fram stórborgum sem byggðar væru fyrir ómældan auð af nýlendum vestur og iðnaði. Saga þjóðarinnar fyllti Íslendinga þá stolti og þrótti á erfiðum tímum. En nú reyna áhrifamenn að endurskrifa söguna. Leitar er það fyrir líkur að allt sem gerðist hafi verið nær óhjákvæmilegt. Afrek hafi verið ríkt og vesæld ekki gert nógu hátt undir höfði. Jafnvel hefur verið reynt að gera lítið úr atburðum sem eru enn í fersku minni fólks sem enn er í fullu fjöri. Þannig hefur því til dæmis verið haldið fram að þorskastríðin hafi ekki farið í sér þann kjark og þor sem hefur verið talið augljóst. En það er nóg að lesa dagblöð þess tíma að ræða við þá sem muna atburðina til að sannfærast hversu innantómur slíkur málflutningur er. Það hefur áður þurft að andæfa þeim sem skortir trú á landið og þjóðina. Sem betur fer búum við að ágættum ritum heimildum sem takmarka möguleika úrtölumanna samtímans á að gera lítið úr afrekum þjóðarinnar. Í fyrsta hefti Fjölnis, sem kom út árið 1835, birtist lýsing á Íslendingum eftir danska fræðimanninn Ludvig Müller. Hann lýsir Íslendingum þannig að þeir líkist landinu sem þeir byggja og standi óumbreyttir í blíðu og stríðu eins og kletturinn, hvort sem hann er roðinn af sól eða laminn af regni. Hann skrifar: eins og þeir eru stöðugir og þolgóðir, hvort sem þeir eru að liggja á sjónum 2 eða 3 dægur og smakka ekki annað en blöndu, er þegar ferðast yfir fjöll og ár í bleitu og stormi, eins geyma þeir sama frek, sérhvert áhrif og sleppa naumast nokkru fyrirtæki meðan einhver úrræði eru. Müller segir Íslendinga glögga og eftir þetta saman. Þeir deili tíðum hver við annan, en séu fljótir að sameina sig og hluta hann komandi óp. Müller segir Íslendinga afar áhugasamar nýjungar og fræði og ekki hirðulausa neina vísindagrein. Landafræðin fylgir sagnfræðinni og þekking hinna fornu mála sé miklu algengar hjá Íslendingum en nokkurri annarri þjóð. Raunar séu margir bændur ekki síður vel að sér en hinir háværu prestar. Í afskekktum fjörðum bjuggu Íslendingar í torfhúsum, unnu erfiðisvinnu til að draga fram lífið, en kunnu latínu betur en páir í Róm. Eitt af markmiðum forvígismanna sjálfstæðisbaráttunnar var að vekja andann í þjóðinni og benda þau fjölmörgu vannýttu tækifæri sem biðu Íslendinga. Fjölnismenn vildu að Íslendingar efldu eigin sérkenni og kosti, en lærðu einnig af öðrum þjóðum, reynslu þeirra og þekkingu. Þeir voru talsmenn þess að nýta nýja tækni, veisla krafta náttúrunnar, auka framleiðslu og umfram allt að tryggja að Íslendingar fengju að nýta eigin auðlindir því að á því byggðist framtíða velferð þjóðarinnar. Þeir bentu á mikilvægi þess að færa verslun í hendur Íslendinga, svo þeir geta átt viðskipti við allar þjóðir. Samgöngur vildu þeir bæta, ekki hvað síst til að auðvelda flutning upplýsinga, rétt eins og við leggjum nú áherslu á fjarskipti. Fjölnismenn lögðu áherslu á mikilvægi samvinnu og félagshyggju, en jafnframt á frelsi hvers og eins til að fá notið sín. Þeir lögðu áherslu á að framfarir og farsæld mannanna væri tilkomin með mannlegu félagi. Umfram allt vildu Fjölnismenn vekja andann í þjóðinni þannig að hún hefði trú á sjálfri sér og ynni sameinuð af velferð allra Íslendinga. Ávarpi í fyrsta riti Fjölnis líkur á þessum orðum. Óskandi væri Íslendingar fær að sjá að það er aumt líf og vesælt að sitja sinn í hverju horni og hugsa ekki annað en sjálfan sig og skipta svo sundur félag sitt og skipta svo sundur afli sínu í svo marga parta sem orðið getur. Í stað þess að halda saman og draga eitt taug og hugsa fyrst og fremst heiður og velgengni landsins sem öllum góðum Íslendingum ætti þó þeir í fyrirvinni. Þó Framsóknarflokkurinn sé ekki nema 95 ára er grundvöllur Framsóknarstefnunnar miklu eldri
og á alltaf við jafnt á dögum fjölnismanna sem nú og í framtíðinni. Grundvöllurinn er óbilandi trú á þjóðina og sóknarfæri hennar og mikilvægi þess að efla með Íslendingum þann uppbyggingar og framfaraanda sem þarf til að nýta tækifærin og auka lífsgæði allra.